Sæl Helga. Sælir. Heyrðu, það næg að taka. Ég ætla svona bara aðeins að skauta yfir sem sagt bara hvað þú ert eða hefur verið að gera. Þú varst sem sagt hjúkrunarfræðingur, ljósmóðir, unnið á geðsviðinu mikið. Já, og ýmsum stöðum. Já, meðferð á markþjálfi, myndlistakona, nálastungur, meðmælandi. Erum við að glemma einhverju eða? Ég bara man það ekki. Nei, allir það. Ég er frumkvöld smælinn náttúrulega. Já, auðvitað. Já, það er svona, that's me. Ok. Það er glæsilegt, sko. Það er spurning hvort þú mátir smælinn, svona til þess að... Og ég setja hann upp mig. Þú mátt það. Já. Er ég með hann hérna, sko, allt svo út fyrir gómina, hvar setja hann? Þú setur hann í munnvík. Þú sér að það er alveg sko stæði. Allt svo hann snýr svona. Já. Og setja hann hérna fyrir ofan. Nei, þú stingur á að sína þér. Já, endilega. Þegar maður er mikill fílu. Já. Ég er búin að bíða eftir þessu. Ég er mjög oft mikið fílu. Kála sjálfum sér leiðandi. Ég kannast við það. Þá verður maður að gera svona alltaf bjarga sjálfum sér og öðrum í kring. Já. Oh my god, ég er ekki sem ég þorir. Þetta kostar smá æfingu svona. Já. En þú ert flottur. Já, ok. Það er svo mjög Mér líður svo jókertum þegar ég möt upp mér. Já, þetta er flott. Ef þú voru að læra að bera, annars lítur þú að vera mjög lyfjaður. En það væri þetta ekkert nýtt, sko. Þetta er ótrúlega flott, sko. Við förum inn á þetta. Mér hlakka mikið til þess að heyra hvernig þetta svona, að ég veit að þetta var svona þitt, svona hvað sem að hugarfóstur lengi og svo leiðis, sko. Þannig að, en ef þú segir okkur bara aðeins frá sjálfur þér, og bara hver þú ert, þú byrjar bara allalega aftur. Hver er ég? Já, ég hef alltaf búið hérna í Reykjavík og ég er bara Íslendingur í húð og hár og verið ógeðslega ánægð með það. Þakklátt fyrir land mitt og þjóð, svona oftast nær. Já. Og ég hvað ég að segja, ég fékk ofsalega fljótt áhuga á einhverju svona andlegum málefnum. Bara ég man eftir mér sem krakka á þess að ég væri alin upp við trú eða fara í kirkju eitthvað svona, þá fór ég alltaf á hnén og fór með bænir og bara það helst þegar enginn sá og bað til Jesú en að fara í KFK eitthvað svona eitthvað undir einhverja reglur þá bara no way engan áhuga á því. Þannig að það var eitthvað svona í mér og ég man eftir mér sem krakka að langa ósalega mikið til að bjarga heiminum, hreinlega. Bara góði Guð, viltu bjarga öllum börnunum sem svelta og allt þetta, ég var svona týpa. Kannski bara svona rosalega meðvirk, ég veit það ekki, en þetta einhvern veginn varð bara svona og hvað ég segja, og ég ákvað mjög fljótt að verða hjúkrunarkona, það er náttúrulega, ég var ansi meðvirk, strax sem barn og það er alveg frábært að vera hjúkka þegar maður er meðvirkur. Hvað er að vera meðvirkur? Ég myndi segja að vera meðvirkur það er að vera í raun og veru þú ert að leita svolítið að staðfestingu á sjálfur og rétti til að vera hamingjusömmur og tilheyra í gegnum annað fólk. Samþykja annara á þér og maður fer að svona tipla tánum og líma snýst svolítið það að þóknast jafnvel öðrum of mikið sko vil ekki bara þjóna heldur bjarga fólki sem finnist maður að vera svolítið merkilegur og mikið í maður varið og hafa jafnvel tilveru rétt. Það er svona alls konar hlutur sem maður fer í sem að ég fór í þegar ég var krakki til og með þegar ég var í skóla þá var ég óþekkta rangin hjá einum kennarann og ég alltaf látið sitja eftir þar og fekk 0 eða 1 í einhvern og svona og hjá öðrum kennarann fekk ég alltaf 10 og var kölluð englabarni. Okay. Og lögði einelti jafnvel út af því þannig að ég fór í svona mörg hlutur og maður alltaf áttar sig ekki á þessu þegar maður er krakki eins og kameljón eins og kameljón og alltaf bara svona til að fá viðurkenningu hverjum stað þó að hún væri jafnvel neikvæð það er svolítið merkilegt en það er hægt að tala um meðvirkni í marga klukkutíma sko hún er gjörsamlega hún er bara mjög alvarleg þegar hún er alvarleg og ég hef stundu sagt að ég nú hef unnið lengi á spítölum og í heilbrigðiskerfinu að ég vissum að meðvirkni fyndist ekki svona mikið í þjóðfélaginu þá væri spítalinn hálftómir
allar deildir Ok. af því að þetta svona andlegt mein sem að veldur mikill streitu og mikill streita veikir líkamann, veikir ónæmiskerfið. Það talaði að flestar heimsóknir lækna sig vegna streitu. Hver sem ástæðan hvort sem að það kvíði, þunglindi, verkir. Þannig að svona, 95% af lækna heimsóknum eru talin vegna streitu. Og streita kemur svo ofta því að mann finnst maður sjálfur ekki vera nú góður eða maður alltaf að reyna að eldast við einhverja, hvað maður að segja, reglur, óskráða reglur sem að maður vill fullnægja svo maður sé talið með og verður. Hvort sem það í vinnu eða sem fjölskyldu aðili eða hvað. Við erum í ákveðin box og munstur. En finnst þér að myndur þú segja að ég sem einstaklingur get ég verið meðvirkur, ég get auðvitað verið meðvirkur gagnvart öðrum einstakling. Ég get verið meðvirkur gagnvart hóp annarra einstaklinga. En ég get verið meðvitaður í samfélagi, og ef ég hugsa meðvirkni þá hugsa ég svo litið að mér sé stjórnað af ytri aðstæðum. Að ég sé einhvern veginn, mér sé megn að draga mörk, segja já þegar að ég á að segja já og nei þegar ég á að segja nei. Skilur þú hvað ég á við? Það í raun og veru að vera meðvirkur í raun og veru að standa ekki með sjálfum sér. Og einmitt að segja ekki já þegar maður vill segja já og nei þegar maður vill segja nei. Og ég verði að æfa mig svolítið á því að vera það sem ég kalla bara svona já-kona. Að ég segi alltaf já þó ég sé að segja nei. Þú nú talar svolítið þetta. Því ég er að segja já við sjálf. Ég segi já, ég og konan segir bara já við hvort annað. Þó við segja því nei, sambandið verður aldrei verið betra, Það er allir glaðir, Já, en ég meina þetta samt ekki svona eins og hérna í bíómyndinni þarna. Nei, það er náttúrulega svolítið ekstrím, Ég meina þegar ég segi nei, ef að þú kannski segja mér gerðu eitthvað ruglina og ég segi nei, þá er ég að segja já við mig. Ég segi bara já. Nú skiljið. Geggjað. Þannig að ég er ekki svona vitlaus eins og í myndinni, Nei, ég hef taldið að það væri einmitt svolítið meðvirkni, Já, en það er auðvitað að segja miklu oftar já við fólk heldur en að maður gerir að þeir sem eru kannski að tækla sína meðvirkni og þegar ég er nú engin snillingur í þessu, og er ennþá að læra, þá er ég búin að pæla mikið eins og í áratíð, að hérna man ekki hvað ég ætla að segja. Nei. Ég er 960 ára, Í alvöru, til hamingju. Takk, þannig að ég er ég má alveg vera gleymin, Það er ekkert að því. Ég man eiginlega ekki bara hvað ég ætla að segja. Nei, ég las ótrúlega skemmt, ég las ótrúlega, ég var á heimasíðunni áðan, svona þess að renna yfir meira, ég las svo skemmtilegan pistil peninga. Manstu eftir að skrifa það? Já. Mér fannst hann alveg geggjaður. Ég hef mikinn áhuga á peningum og neyslu almennt og svoleiðis og einmitt þessu. Þú skrifar sem sagt að þú hefur alltaf verið svo feimin við að vera með há laun og eiga pening og svoleiðis út af sem sagt áliti annara, en er svo búin að taka peninga í sátt í rauninni, Já. Hvað meintur þetta var stuttur pistill en svolítið hnippnaður, Það vantar kannski að svona dýpri útskýringu á hvað þú varst eiginlega að meina. Já, ertu að tala þegar ég skrifa eiginlega svona fyrirgefningabréf til peninga? Já, ég gerði það fyrir einhverjum árum síðan. Já, ég veit að að þú varst að sérstra gleymina svona ákvæði bara aðeins og svona. Já, það er bara svona, vá, eins gott ég myndi eftir þessu. Ég bara myndi eftir þessu, bara, já, þegar þú segir þetta og jú, það var þannig að ég hafði alls konar mýtur í sambandi við peninga sem að mér langaði að vinna í. Ég hafði til dæmis þetta, já, peninga vaxa ekki á trjánum, maður þarf að ströggla fyrir peningum og ef ég verð ríka þá missi ég vini mína og ríkt fólk er slæmt og óheiðarleikin í kringum peninga og allar þessar mýtur sem að ég var alveg, ég segi ekki heila þvegin heldur, hvað er eiginlega andstæðan að vera heila þvegin, heilin á manni er mengaður eiginlega, heila menguð og þannig að ég ákvað að skrifa fyrirgefningabréf til peninga þar sem að ég af því þeir eru náttúrulega bara orka og þeir eru í raun og veru aldrei í hendi. Þú borðar þá ekki. Þú getur ekki gert til peningana sem slíka
nema bara hugmyndunum þá einhver tristi þér að því þú átt pening og þú ætlar að borga þarna og eitthvað svona og þannig að þeir eru svona bara flæði og þeir eru hlutlausir og þeir eru náttúrulega gjaldmiðill okkar svona oftast og vilja að sjálfsögðu vel eins og flesti í heiminum vill okkur vel og eins og bara öllum eðlir þá viljar vera hjá þeim sem þykir vænt þá þannig að okkur ættu að hafa vilja vera hjá mér ef ég var að dæma þá Nei, það bara mjög ólógist og þannig að ég skrifaði fyrirgefningabréf og hvað ég hafði verið dómhörð á það og talið á eiga söka og ljótleika heimsins og græðgi fólks og allt þetta og ég bauð á velkomna til mín og það breyttist eitthvað þó ég sé ekki orðin milljarðamæringur sko en það kannski hef ég ekkert þörf fyrir það en það breyttist svona afstæða sem að þá líka mörg og öðru við dæmum svo oft eitthvað ég veit, einmitt þannig að þarna talaði við peninga og eitt skipti það nú svolítið skemmtilegt segja frá því þá gerist eitthvað þá stendi inn í eldur síðan mér ég sé 5.000 skall á borðinu og ég tek hann upp og ég náttúrulega myndlistakona svo ég tek seðilinn og bara allt í einu fer ég bara svona vá, hvað þetta er fallegt vá og bara munstrið og ég sökti mér honi ég varði eiginlega bara svona seðlinn, hann varði alveg bara svona hrikalega falleg hönnun og svo hlutlaus og saklaus eins og sjá hann í fyrsta skipti já, algjörlega hann var svo saklaus eitthvað og ég segi bara þú og allir þínir vinir eru velkomnir í veskið mitt svo stakk ég honum á milli brjóstana og 2 dögum seinna þá datt 200 skall í veskið mitt nákvæmlega, þú varst að umlíkja ást og umhyggju og þeir fyrirgáður já, þannig að ég svo reyni ég að viðhelda þessu með því að mótnana þá þakka ég fyrir alla gjafir og leifa alltaf streymi í gegnum mig í gegnum mig þannig að já ég langar bara að koma saman, fast þetta var svo hnýtt með það sko, af því þetta einmitt það sem að fólk þetta svona þangagangurinn kannski við tala heilaðir, þetta kannski fólk frekar litað af einhverjum aðstæðum og svo framvegis sko en peningar eins og segir, þetta náttúrulega bara verkfæri eða orka eða eitthvað svolítið sem við þurfum öll sko, þannig að það bara spurning hvernig við horfum á þetta sko. Vist ég verða mjög oft var við sko að fólk tala til dæmis mjög sko illa kapitalisma og ég sá svo litið í dag á Facebook sem svona vakti mig til umhugsunar sko því að þegar fólk talar illa kapitalisma þá finnst mér að oft á tíðum vera svona hálfgerð hræsni sko því að sama tíma er fólk bara eitthvað að skrolla á iPhone-unum sínum eitthvað bara á Facebook og bara inn á X-konum og veist og það er ekki alveg mega sens þannig að ég hef svona haft svolítið áhuga á því að endur skilgreina kapitalisma og svo sá ég í dag svona teiknimynd 2 mínútna lýsingu með teiknimynd það sem að verða að tala í rauninni hvernig sko stökkbreyttur kapitalismi sem einkennist á græðgi og skertri samkennd að ganga af okkur glóbalt dauðum sko. En það var einmitt þessi þýðinga mikla hugtak sko mutant kapitalismi að kapitalismi mögulega sko það var ekki lagt út með þetta í byrjun sko. Skilur skilur mjög og þarna ég finnst þetta bara áhugavert en þú algjörlega því að erum við ekki bara öll að reyna að vera orkulega séð og tilfinningarlega séð sjálfbær og safna í eitthvað sjóð til þess að standa á okkur eitthvað straum það ekki? Jú, ég held að við það er eins og við höfum svo mikla þörf fyrir að setja allt í einhver box eða kassa og búið til reglur hlutina og búið til fylkingar ég fyrir einhverju síðan og það hef ég sagt sko ég var eiginlega þarna sko bara kapitalismi, hann bara eitthvað slæmt sko, bara eitthvað slæmt hann græðgi, það var eitthvað svona fyrst orðið sem kom í huga mér, hann græðgi svo ég bara farin svolítið að bara snúast á hvolf með þetta allt mér finnst einhvern veginn, ég var svo þreytt á þessum skilgreiningum að eitthvað sem eitt sé betri en annað og þetta eins og þú veist, öll viljum við einmitt
í okkur á. Öll, viljum við hafa skjól, við viljum eiga varasjóð, við viljum okkur líði vel. Og ég er þannig gerð, ég vil stjórna mínu lífi, ég vil hafa ég vil kannski ráða til mér hvar ég vil búa. Já, hvað öryggi. Já, það svona, ég vil hafa frelsi aðeins. Og til þess þarf peninga. En það einhvern veginn, það verið allavega mann verið mengar að því, heila mengar, að það eitthvað ljótt þetta. Maður á að segja, og ég var svo klikkuð að þurfti svo sannarlega að biðja peninga fyrirgefningar, að ég man eftir því að það var ég búin að vinna einu sinni rosalega mikið, hjúkrunarfræðingar var ekki á góðan launum, og ég hætti fyrir 3 árum síðan, ekki á góðan launum, og þá var ég búin að vinna í 35 eða 6 ár og ég var með slefaðum 500.000 á mánuði, og ég var með ljósmáramenntun líka og myndlistarmenntun, en ok, ég ætla ekki að vera vælið í því, en einu sinni fékk ég mjög mikið útborgað, af því að ég hafði unnið svakalega mikið af aukavöktum, allar helgar og nætur og svona, og ég tilfinningin þegar ég sá launaseðlinn sem var óvenju hár, var sektarkennd. Það var sektarkennd, það var þetta að ég er að taka frá einhverjum öðrum, og mér brá svo þegar ég áttaði mig á þessu, og mér tókst ekki að losna við það þá, það eru mörg ár síðan þetta var, en þá fann ég hvað maður er prógrameraður. Það eru fjötrar. Já, svo triggerar eitthvað þetta, þá bara og þetta er bara svona álega að ég get ekki tekið á móti gjöfum heimsins. Já, sem mann segið hugafar setur mann í. Já, algjörlega, eitt annað. Ég meina, Alimurinn vildi gefa mér þetta, að gefa mér þetta, þú vannst fyrir þessu. Strita fyrir þessu. Já. Ekki eins og þetta væri bara á silfri fatti, þannig að og já, þannig að biðja peninga fyrirgefningar var stórt skref fyrir mig og þakka þeim, og ég þarf bara að fara að gera meira kissa 5 skalla. Já, einmitt. Nú með þess að til 10 skallar það get kist á alveg bak og fyrir já, ég hef ekki prófað það en ég veit að vitni sem gerir það og með góða mánagur örgulega. En þau ekki COVID? Já, ég er svo lítið hrættið það, mér er alveg saman það. Já, ég veit. En ok, við vorum þú varst einmitt að tala þú varst steppa og vildi vera hjúkrunarfræðingur, svo fórstu þú byrjaðir að vinna sem hjúkrunarfræðingur, það var ljósmóður, eða hvernig byrjaði þinn ferill innan heilbrigðisgeirans? Ég var ekki maður rétt orðin 21 árs, ég var 9 ára 21 árs, ég útskrifað sem hjúkrunarfræðingur úr gamla hjúkrunarskólanum sem var skemmtilegur, það var mikið verklegt námi og ég elskaði, ég var að gera eitthvað en ekki bara við einhverju skruttum, og ég var rétt orðin 21 árs, ég skil eiginlega ekki hvernig fólk að treyst manni bara. Man horfir á þetta unga krakkita og sem er bara krakkar, og þá byrjaði ég á handlæknisdeild þar sem var fólk að koma stórum aðgerðum, það var með alls konar leiðslur í sér og dren og svona, og maður var einn á vakt með 30 sjúklinga. Ég varst þetta ekki mikið mál. Ég vann við hjúkrun í hvað ætlaði að verið 5 ári, ég eignaðist með barnfljótt fyrsta barnið mitt, ég á 2 stykki, frábær inntök. Ég vann við hjúkrun í svona 5 ár og þá fór ég ljósmóðarskólann. Okay. Og ég ætlaði bara í ljósmóðarskólann til að vita hvað hefði verið gengið á áður en að börn fóru á vökudeild, því ég var að vinna þar. Og mér hafði engan áhuga á ljósmóðarstörfum, engan áhuga. En svo bara fór ég í námi og þá bara var ég húgt á því. Hvað var það? Já. Það var bara eitthvað, þetta er bara svo mikið kraftaverk. Þetta er svo mikið kraftaverk að barn sé að fæðast úr, hvaðan kemur þetta barn? Kemur úr þessu Já, þessari sáðfrumu meðal annars og þessu legi já, með táslunum það kemur úr einhverju mystik og líka með svo stórkostlegar hann þarf ekki að hafa fyrir þessu þannig að það er eitthvað sem stýrir þessu öllu þessar fullkomni sköpun og svo að vera ljósmóður og taka móti eins og ég vann við að taka móti
ég var meira fyrir það heldur en að vera á sængukvenna gangi og vera með litlu grein grátandi og alveg svona mjög svo erfitt, mjög svo ég ætla að vera að taka allu upp í einu meðvirknin en þannig að sjá, þetta svo gleðilegt líka Já. og ef maður vill vera svona eins og ég svona aksjónmanneskja þá alltaf eitthvað að gerast það alltaf eitthvað, það kvikna nýtt líf og svo fer það eitthvað og svo kemur annað og þú fær líka bara að vera viðstödd bara alveg prime time bara stæðsta moment bara í lífi fólks þess að fólk bara missir allar varnir sko og verður bara svo einlægt og tíminn bara stöðvast fá bara að vinna við það en svo hljóta að koma líka upp slys eða svo hljóta líka að vera líka erfið hluti sem gerast líka Já, það það að sjálfsögðu eru ekki allar fæðingar sem að enda vel eða þannig, ef maður á að segja vel að börn lifa og eru heilbrigð ég var ofsalega lánsöm að ég öll börn sem að ég tók á móti voru lifandi, heilbrigð ég man eftir einni fæðingu þar sem að ég var svolítið sjokkuruð en það fór nú allt vel að þá fæddist barnið eins og andvana og það vildi þannig til að þetta var á nætuvakt minnum með kvöldvakt eða nætuvakt það vildi þannig til að barnalæknirinn var upptekinn í keisaraskurði fæðingarlæknirinn líka og aðstoðarlæknirinn og ég var ein með konunni og svo var einhver að aðstoða mig og svo bara fjölskyldan og barnið fæðist algjörlega líflaust orðið blátt á litinn og ég þurfti að bregðast hratt við og ég gleymi því aldrei svona hvað maður nær það kemur eitthvað svona ótrúleg rói við mann á svona stundum þegar allt virðist vera panikara að þá einhvern veginn sem maður bara fyllist einhverju andagift og maður gerir rétt eða ég gerði það allavega þarna sem betur fyrir og ég gat pumpað sem sagt lífi í barnið og seinna kom móðurinn með barnið og sýndi mér einhverju mánuði seinna allt í góðu já, allt í góðu og ég var búin að það var komið til lífsafti þegar læknar mæta á svæðið og þetta ég held að þetta hafi verið mest sem að hafi reynt á mig í mínu ljósmóðarstarfi ég var ofsalega lukkuleg alltaf hvað er það að tekja á móti mörgum börnum? Ég hætti að skrá því að ég var komin eitthvað 300 og eitthvað ég sagði það sé svona 400, 500, 400 ég vann við þetta í hvað þangað líf voru í Listaháskóla 97 útskrifaðist 88 byrjaði að taka mótum kannski 87 byrjaði í ljósmóðarskólanum 86 þannig ég hef unnið við þetta í 10 ár, 12 ár 12 ár með náminu Svo eftir námið þá hvað gerir það? Síðan fer ég sko í Listaháskólan Já, einmitt og eftir Listaháskólan námið að þá sem var liðlistadel það sem ég gerði svona Já. lærði að meðhöndla leirinn Já, kannski ákvöru þú ert ljósmóðir og svo ákveður að fara í listnám Já. Það svona smá uppbeygja ef svo má segja sko Já, það fannst mörgum það mjög skrítið að ég bara ætlaði að hætta að vera í ljósmóðun sem var svona náttúrulega örugga tekjur og svona og ég hef aldrei verið einhvern veginn pælandi í öruggum tekjum ég vil bara fylgja ævintýrunum og hjartanum mínu og vera minn eigin sko skapari þannig séð í lífinu mér langaði í Listaháskólan og sóttum og komst inn í fyrstu atriðinu og sagði upp sem ljósmóður og ég hef aldrei séð eftir því þó að þetta ekki svona eins og að fólk heldur einu sinni ljósmóður, alltaf ljósmóður einu sinni skáti, alltaf skáti maður má breyta til í lífinu og það er bara svona kaflaskipti þetta var alveg rosalega gaman gefandi, starf, alveg ofsalega gefandi og ég tók á móti fullt af börnum hjá konu sem ég þekki og ættingum og vinkonum og svona að ég bara gaf mig mikið en síðan bara tók annað við sem að ég er svakalega mikið fyrir að gera eitthvað með höndunum mála, leira og svona en þá urðu verkið mér líka alltaf tengt sköpuninni og fæðingum útskriftaverkið mitt hét manneldi og þá gerði ég svona
manneldi, eins og fiskeldi og ég bjó til svona risa svona legg, fullt af þeim og setti svona færiband. Svo stimplaði við fyrsti, annar, þriðflokkur. Já. Eins og kjötskrokka. Ok. Og ég setti þau mér að segja á fiskiflokkun á færiband. Og þetta var svolítið Hver á meiningin á bakvið þessa flokkun? Var þetta eitthvað svona kast? Þetta var náttúrulega einhver ádela hjá mér, sko. Ég vil alltaf spyrja siðferðilega spurninga áður en að við fórum að nota tæknina of mikið. Já. Þarna átt að var nýfærið að nota tækni þar sem að voru að skima fyrir Down-syndrómi á annan hátt og hjá yngri konum og svona var eiginlega svona rútína. Er þetta ekki bara gert hjá öllum? Og það var ekki, sko. Ég var eiginlega bara sendur í þetta. Akkur fær maður var, já. Og ég var bara svona að velta upp spurningum. Ætlum að velja börnin okkar eins og við veljum bíl. Og ætlum að flokka þá. Og ég man eftir að því ég var með þessa sýningu í Listaháskólanum og manneldi þá kemur stúlka svo voru lögin svona mismunandi krumpuð og mismunandi formi og þá kemur einn stúlka í hjólastól og bendir á eitt svona krumpaleg og segja, já, ég hefði sennilega verið flokkur númer 3 en hún hafði húmor fyrir þessu og já, mér veist bara við oft þurfa að velta upp spurningum, vitum við eitthvað hvað er fullkomnun eða ætlum við alltaf að velja og segja þetta er ekki nú gott og hvað endar það? Við nefnilega ráðum svo oft við að búa til einhverja tækni en við kunnum svo kannski ekki að fara með hana. Hún verður bara eitthvað svo sjálfsögð að það er ekki eins og spurt má bjóða þér að fara í þessa rannsókn eða hefur áhuga á því. Það er bara talið sjálfsögð. Já, og stæðsti hluti fólks er bara tilbúið að hoppa alveg á þessa lest, sko. Já, það er það. Eins og við sjáum í dag, sko. Algjörlega. Kannski komum að hérna eftir. Já, það fylgja allir straumnum, það er einhver sem leggur línurnar og það er einhver slags yfirvöld, eitthvað sem að fólk treystir á að eiga að hafa vit fyrir þeim og það spyr ekki spurninga og til dæmis á þessum tíma þá veit ég að greiningar á Down-syndrómi var mjög mikið misgreint þannig að það var oft greint svoleiðis en svo voru börn heilbrigð þannig að það voru alls konar spekulasjónir en það var ekkit rætt. Þekkist þetta ekki ennþá í dag með misgreiningar? Já. Jú, örgla, ég hef svo sem ekkit kynnt mér nýjustu tölur eða hvernig þessu hefur... Ég var nefnilega mikið hugsið yfir þessu með mín börn, sko, þá vorum við sendið til þetta og allt í góðu, sko, en hvað gerist ef það er ekki góðu, þá þarf maður stendur maður frammi fyrir ákvörðun sem maður ætti ekki endilega þurfa að standa frammi fyrir, sko. Einmitt, já. Ég hugsa, þetta var svona, mér finnst þetta svolítið svona, þetta er siðferðsleg spurning, sko, en svo sem hef ekki þurft að takast á það þannig, sko, en mér fannst þetta svona með umhugsunarvert, sko. Því á maður þá bara treysta vísindunum í blindni að það er eitthvað mikið að og hvað þýðir það, skilur? Akkur er það... Þetta er pressa á fólk að svara einhverju sem að kannski vill ekkert fá að taka ákvörðun Nei, og þú kannski getur ekki tekið meðvita á góða ákvörðun sem sagt út frá utanakomandi þrýsting og rammanum svona sem er búin að búa til utanum þetta, sko. Þannig að það er nú það, sko. Já. Það eru margar spurningar sem það er líka bara aftur rosalega auðvelt bara að varpa ábyrðinni, sko. Veist, að þurfi ekki að bera ábyrð á ákvörðun, sko. Eða lífið mínu bara. Það er bara gert fyrir mig. Þannig að það kemur svo bara einhver einnig bara inn á sjónasviðið og allar eitthvað að fara að spurja mig spurningar sem að í rauninni geta í rauninni bara valta þessari heimsmynd bara sem ég er búin að setja upp í svona semi-ábyrgðarleysi. þá er það bara frekar hættulegt. Þú veist, þú ert bara hættuleg kona. Þú ert hættuleg vissum hópi, sko. Já, ég er alveg nokkuð vön því. Sko, þú situr hérna, ég hef ekki hittið áður, ég talaði við Síma hérna einu svona daginn. Ég hef ekki, sem sagt, ég addaði á Facebook, því ég einmitt sá frétt, fyrsta sem ég heyrði að þér, og svo ég frétt í blaði, sko, stór hættulega konu inn á skólalóð,
Já, eða semst nálægt skóla. Nálægt skólalás, já. Já, kona, ég ætla að sleppa nafninu á borgarfulltrúanum sem að setja þessa frétt eða sem sagt. En það skipti það Nei, kannski ekki máli. ég ætla ekki að segja nafninu, sem stóð í framhaldi af því, fékk áfall þegar hún sá mótmælanda vilja smita aðra. En varstu að mótmæla? Nei, ég að meðmæla Einmitt. með mannréttindum og mér finnst alveg stór munur á því að fólk nú að leiðrétta mig og segja, þú ert víst að mótmæla, já, náttúrulega fín lína þarna á milli. Það má segja ég sé að mótmæla því að mannréttindin séu tekin af mér, skilju. En ég að meðmæla. Ég trúi því að það sem maður fókusir á, það virka betur ef maður fókusir á það sem maður vill, en ekki það sem maður vill ekki og vill losna við. Þess vegna hef ég ótti ekki verið alveg svona í takt við mótmæli í sambandi við pólitík og svona á Austurvelli. Það er svo mikið reiði, það er svo mikið niður með ríkisstjórn og eitthvað svona og við fáum alltaf kannski nýja ríkisstjórn en með nákvæmlega svipaða hugafar. Þannig að ég held þetta virki ekki alveg. Þannig ég vil laða að Þetta er svo skamma barn fyrir eitthvað sem það má ekki gera án þess að segja barninu hvað það actually má gera. Skilur við? Já. Þetta er en ég fékk sem sagt þessa frétt mér bara dóttir mér benti mér út að segja mamma, þú ert bara blöðunum, ég bara what? Og svo aftur í öðru blaði líka eða þetta er náttúrulega á netinu, ég veit ekki hvort þetta kom að pappisblöðunum sko, ég var ekkert að leita eftir því en þar var ég kölluð fíbl og konan er fíbl og einmitt og svo var bent á þarna ég væri kannski ekki beint að ég sást ekki tala við börn en ég stend náttúrulega þarna rétt hjá skólanum. Það er svona að ykkur, ég hugsa bara vá hvað blaðamennskan er orðin eitthvað döll og mikið sorp í dag. Það var aldrei reynd að tala um mig, það var ekkert reynd að hafa upp á mér, það var það bara tekið eitthvað svona rátt upp eftir fólki og skellt í fjölmiðla af fréttamönnum og ég var eiginlega alveg bit, ég er ofsalega hissa á þessu og þetta er náttúrulega bara algjör della, allir sem ég þekki að vita ég er rosalega ljú og góð og myndi aldrei vilja smita neitt eða tæla börn eða ég meira sér hafa það fyrir reglu að þegar það gengur börn fram hjá mér, ég var með skilti sem það stóð á frelsi, mennska, líðræði á einu skiltinu stóð að bólusetning skal vera valkvæð sem að verðist nú ekki vera raunin að verði sko, þannig að þú veist, þegar frelsi tekja fólki þá var það ekki mikið val í því sko og heilbrigðiskerfi fyrir alla stóð á einu skiltinu að því að náttúrulega það hefur ekki eins mikil aðgangu fyrir suma hópa deildum loka og svona í þessu fári öllu COVID-farinu og tjáningafrelsi virðum tjáningafrelsi allra. Þetta eru allt það sem að stóða skiltunum mínu. Já, ég myndi segja að þetta flokkist bara svona almennt undir mannréttindi sko. Já, og það er það sem ég er að mæla með. Af því að það er svo merkilegt að þó að fólk sé ekki sammála og þá er bara eins og segja, það er einn ótti leyfður. Þú mátt bara vera hræddur við veiruna, þessa kórónaveiru og annað fólk, þú mátt vera hræddur við annað fólk. Þess vegna fólk passa sig mjög mikið á hvort en þú mátt ekki vera hræddur við bólusetningar, atvinnuleysi, einangrun, detta út í skóla eða allt hitt sem að fylgir sóttvarnarreglunum. Þú mátt ekki eins og vera hræddur við það. Þið má vel ekki voga það sko. Þú mátt ekki voga að tala um það, þú mátt ekki voga að segja að þér sé illa við það. Þú mátt ekki vera hræddur við maskanótkun, nú veit ég fjölda fólk sem að þolir það mjög illa og hefur á sýklalyfjum og steralyfjum út af nótkun á því. Af hverju orkar á svona tvímælis frásögnum lækna og fólks innan heilbrigðiskerfisins nýtt og gagnsemi eða skaðsemi maskana. Þú fær bara, það er alltaf sitt á hvað, skilur. Já, það er dálítið merkilegt og
svo sem alveg gott að marga skoðinu komið fram. Það sem mér finnst að fjölmiðlar í Íslandi og sérstaklega ríkisfjölmiðlar, þeir sýna bara eina hlið. Og þegar það er komið upp eins og ég man eftir að danska rannsóknin á 6.000 manns sem kom held ég í nóvember niðurstöðnar, sem það voru 6.000 manns sem voru í stóri rannsóknum að hvort að maskar virkuðu ekki og niðurstaðan var að þeir gera það ekki. Það var eiginlega nánast engin munur, einhverja örfáræður sem að smituðust ef að þeir fleiri heldur en hinum hópna ef þeir voru ekki með maska. Fyrirsögnin í blöðunum var eitthvað maskar gera minna gagn en haldi varð eitthvað svona bla bla. Það var búið breytinni strax daginn eftir í það að fólk þarf að nota hanska, neða nota aðra sóttvarnir, fjarlægðamörk og eitthvað, þvo sér vel hendur og eitthvað. Þá að noti maska, eða ekki maska. Þú veist, það var algjörlega búin að, ég man ekki orðalega, það var búin að snúa sem hvolf. Og bætin einhverjum linkum í fréttina sem sýndi að þeir væru mjög nauðsynlegir. Og oft eru þessi linkar að ég grúska svolítið í þessu. Ekki óháðir, þú veist. Nei. Þannig að af hverju ætti fólk sem er að mæla með mæla gegn þessum sóttvarnalögum einhverju leyti og læknar allan heim sem er að benda á þetta benda á það sem að þessi lög reglur, þetta er ekki lög einsinni, geti verið stórvarasam og valdi stóru tjón og miklu meira mannfall og tjóni heldur en þessi kórónuveira blessuð að ákveð ætti þetta fólk að vera að berja svo mikið, ekki færa laun fyrir það, ekki færa business út af það. Þessi fólk er hótað. Því gett lífið erfitt, það missir stöðuna sína, læknar að fjöldir læknar allan heim sem er ekki alveg sammála þessu öllu. En það má ekki ræða þetta. Ég er ekki að segja að mín skoðun sé eitthvað 100% rétt, en ég vil fá umræður, ég hef sendt ásamt öðrum spurningar til þríeykisins, þær eru ekki eins og borðnar upp fréttamenn, oftar en eins og hafa við sendt spurningar, þær eru aldrei borðnar upp þær eru ekki eins og spurðar hvað þá svara, þetta er alltaf einu upplýsingarnir eru bara nýjast tölur hvað eru margir með jákvætt smit eftir PCR-testin sem er vitað að eru mjög ónákvæm. Það sagði uppásmaður Kari Múller að þau væru nánast og gætir nánast alltaf fengið þau jákvæð ef þú margfaldar þau nógu mikið og þau eru margfaldið það mikið hér en þessar spurningar eru ekki borðnar upp og þeim er ekki svarað og það er það sem maður er svolítið svona shit ég vil en bara hvað er það sem þú óttast? Og í sambandi ef ég má aðeins klára í sambandi við maskana fyrir ekki, að því að mér er það svolítið mikið mál að ég tel að sko nú hafa 29 manns látist á heila ári af talið af COVID eða það voru allavega með PCR-testin jákvæð. Það er ekki að mínu viti merki neitt heimsfaraldur eða drápsvírus. Þetta er bara svona það er eitthvað í gangi en ekkert meira en vanalega og maskarnir í raun að vera svolítið takk þess að þurfa að minna okkur á verið hrætt óttist hvort annað. Heldur að það sé hvatin á bak við tilmælin? Ég skilja því þú ert með mjög hæft fólk sem að mæli með notkun Já, ég veit, ég verð náttúrulega örugglega skotin að færi að væri til byssur í Íslandi Nei, nú spyr ég bara sem almennu leikmaður ég svo sem hefur enga sérstaka þekkingu til þess að mynda mér einhver ákveðna skoðun en það er rosalega erfitt að hafa skoðunir á Íslandi núna ef ég teldi mig vita þá myndi ég hafa skoðun Já, ég er að tala um mig núna ég skil alveg að fólk flestir hafa kannski ekki þekking á þessu en það þarf ekki annað en að skoða nákvæmlega kannski rannsóknir nú er ekki allir sammála mér því að til fjöldin af rannsóknum hvort að maskar gerir gagn rannsóknir til og með maskum og skurðstofum sína það að þeir að sár sem eru hrein, skurðsár og þau sýkjast ekkit frekar ef að starfsfólk er ekki með maska þetta er bara staðreynd
Okay. Og þetta bara vissi ég þegar ég var að vinna á skurðstofu sem hjúkrunarfræðingur. Og mér var sagt, útskýringa var, já, þetta svona upp á að gera sem meðvitaðar að vera sterill. Mér fannst alveg meika sens og þetta fara slettur upp í mann eða eitthvað. Já. Þannig að svo eru aðri sem segja, það eru rannsóknir sem sýna að maskar gerir gagn í COVID. En ég hef enga rannsókn sé sem sýnir að þeir gerir til og með gagn á skurðstofu. Og okkur ættu að gera gagn þá út á götu, þar sem að fólk gengur með það á margnota. Ég seti á mig maska því ég þarf að gera kannski fyrir einhver verslun og hann er alltaf skítugur. Og ég káa honum öllum og setja hann á mig. Ég er alltaf með sama pappamaskar. Og síðan káa ég á hlutunum í búðinni. Ég meina þá var ég sér búin að spritta mig upp aðeins. Sprittdrepur náttúrulega bara hóa lítið af veirum, við vitum það. Og þá mun ég alltaf vera lagan og svona því að pirra mig og svo káa ég öllu. Þannig að ég er miklu meiri smitberi. Örvöfur, það safnast saman í þessa maska. Það er hitin í þeim, rakast í þannig að það grassir hann mjög hratt. Þannig að maskin er bara svona og svo fer hann einhver staðar á endanum í eitthvað ruslið eitthvað og við erum búin að dreifa alls konar örfur alla jörðir. Finnur þetta ekki á yfirvarskekinu? Það verður svona blöð. Jú, þetta ég er bara ég er aldrei með vökvaskort, það er alltaf sæki byrðinar. Nei, ég er alveg hjartalega samanlega það umræðan er mjög einsleik þegar kemur að þessu skilur. Ég get orðið mjög æst þegar að ræðum en það er náttúrulega rosa erfitt fyrir fólk fólk er náttúrulega vant þessu hierarki eða skilur eða er að lögum og reglum og fylgi því eins og svo sem bara samfélagið hefur verið en það er rosalega finnst mér sem er svona þenkjandi maður að mynda sér einhverja ákveðna skoðun þegar þú ert að fá alls konar bita út allt skilur og ég hlusta á ég hef náttúrulega fylgst vel skilur við erum þetta nágrannar sko en ég vissi á þér sko og ekkert út af það að setja sko en svo sá ég meðmælinir í bæ og svo ertu með þríeggið og þú með Dr. Fauci þarna sem er búin að fara í hringin náttúrulega vissulega með þennan trúði yfir sér skilur þannig að það er kannski ekki allt margtækt sko en það mér finnst þetta svona erfiðasta við þetta og mér finnst einmitt og afleita tjónið sem sagt afleiðingarnar af þessum faraldri skilur það er eitthvað sem að þarf því er alltaf bara sopandi teppi það er ekki einu sinni byrja að ræða það sko en þegar svona alltaf af heimsfaraldrinum í alvarlegu sem slíkur en afleiðingarnar og afleita tjónið af sóttvarnaraðgerðum og annað er eitthvað sem hefur ekki verið rætt að neinu viti finnst mér sko. Nei, það er nefnilega akkurat þetta hefur ekki verið rætt þannig að tjáningafrelsi er ekki virt og þú mátti ekki spyrja veist það, sko, megum við spyrja kvíðaaukningu eins og til þess að var í Bretlandi þá rannsókn sem sýndi að 10 milljón mann sem að höfðu ekki að geðræn vandamál stríða höfðu bæst í þann hóp á COVID-tímum. Þar af 1 milljón barna. Er þetta bara í lagi? Já, sko, við skulum hafa það hreinu. Þú mátt alveg spyrja en þú átt í hættu á að missa mannorðið þitt starfið þitt og þú átti að hættu að vera dæmdur harkalega þú átti að hættu bara að slasast og vera meiddur mögulega fangilsaður skilur, en þú mátt sjá þig en það eru mögulegar afleiðingar af því ég er oft gjarn á að ögra fólki og ég fæ sko oft á tíðum bara svona vist kikk út úr því að taka eitthvað struktúr sem er áleitin heilagur sko og mylja niður með orðum sko og pota í en þetta er svona ákveðin bransi sem að ég hef ekki alveg svona ekki alveg að þora að fara hérna út í þetta sko ég hef svona ákveðið í fyrsta skipti svona að láta svona ákveðna hluti bara slæta en það er kannski, þú hefur kannski ekki þekkinguna til þess að nei, það er ákveðna hlutir já, algjörlega, maður þarf að setja sér inn í alveg helling sko. Mér finnst það allavega sko. Algjörlega sko. En það sem að ég sko, en það er kannski ákveðið ábyrgðarleysi ef maður spáir í því en svona allavega næsta spurning sem ég hefði áhuga að spyrja þig er hver óttastu að í rauninni afleiðingin af þessu öllu sé hvar eru við að fara að enda þú ert að meðmæla með mannréttindum og að sé frjálst val hvað var að bólusetningu hvert heldur þú að við séum á leiðinni hvernig er þetta að fara að breyta okkur hvað er að fara að gerast Stórti spurt mun ég geta ferðast aftur ef ég kýsa bólusetja mig ekki til dæmis já, þetta er sko ég get ekki svara þessu
sem betur verið, en ég vil trúa því. Já. Þú veist, ég vil ekki bólusetningu, mér finnst það alveg, ég einhvern veginn sá þetta svolítið fyrir og ég var með skiltið mitt, bólusetning skal vera valkvæð og það var gert grínum þess að hún er valkvæð, alltaf sagt. Og og ég bara, ok, sjáum til. Mér finnst ekki vera valkvæð, það eru svona svakalegar hindranir og þú kannski missi vinnuna þína, heilbrigðisstéttir kannski undir sérstökum þrýstingi. Ég veit fullt af fólki sem vinnur í heilbrigðisgeiranum sem vill ekki bólusetningu. Og alveg bara, en þú ekki að segja það. Og ég vil trúa því að bara, ég veit ekki eitthvað kraftaverk gerist, þannig að þetta bara einhvern veginn falli sjálft sig. Ég vil ekki fá bólusetningu, ég hef búin að segja það og ég veit ekki hvort ég stend við það, að frekar ferðast ég ekki neitt, heldur að láta bólusetta mig með þessu efni sem algjört tilraunarefni. Við erum væntanlega krukka í genunum okkar. Hefur ekki eins og sýnt sig að muni hjálpa. Við erum í raun að vera hérna á Íslandi eins og í dýratilraun, af því þær voru aldrei kláraðar og fóru ekki vel það sem var gert. Akkur ætti maður að vilja vera tilraunadýr. Fyrir hvað? Það hafa 29 manns látið hérna, flestir með yfir meðalaldri. Hvar er þessi drápsvírus? Erlenda fréttir ég er svo sem engin rannsóknarblaðamaður en ég er samt grúskað og þekki fólk sem hefur grúskað mikið. Ég er búin að bara fá allt þar upplýsingar en okkur gefið hér og þá segir náttúrulega margir, þetta falsfréttir. Ég hef bara ekkert séð það að það sé neina falsfréttu, þetta fullt af falsfréttum inn á milli og báða vegu sko. Viltu meina þessi ritstýrt eða fjölmiðlar? Algjörlega ritstýrt. Hver er hvatinn, skilur, hver er ávinningurinn fyrir allt þetta, skilur, hver er ávinningur fjölmiðla að því að ritstýra umfjöllun, eru þeir hræddir eða eru þeir undir þrýsting og hvaðan kemur þrýstingur? Sko, þetta er nefnilega góða spurningar sem ég ætla ekki að leggja límutta við hérna og svara. Nei, þetta er kannski svolítið erfiðar spurningar. En þetta eru spurningar nefnilega sem við þurfum að spurja. Ég myndi segja að væri þrýstingur aðalega á fjölmiðlum. Ég trúi ekki að ég trúi ekki að fólk vilji eitthvað öðrum illt og sé að koma með einhverjar ritskoðar kannski fréttir af illvilja eða eitthvað slíkt. Þetta er einhvern veginn, þetta er óbýlandi trú að einhver yfirvöld að þau hafi rétt fyrir sér og maður sé að gera rétt. Og ég held þetta sé mikill þrýstingur. Það eiga náttúrulega, hvað ég var að segja, ákveðnir eigendur stóra fjölmiðla við heim. Við tökum mest upp eftir þeim. Þórólfur hefur sagst fylgja Hú hefur gert margt skrítið undanfarið eins og það breyta skilgreining á hvað er hjarðónæmi sem var áður talið ónæmi sem að myndast hjá þjóðum vegna smits á milli manna og bólusetningar. Það er búið að taka út ónæmi getur myndast sem smit á milli manna. Það er bara eina sem getur gefið hjarðónæmi núna er bólusetningar. Og taka út svona skilgreining, þetta er náttúrulega rosal, sérstaklega þegar verða keyra frumvarp í gegnum þingið sem að ný lög, sóttvarnarlög, það sem að segja að með taka fólk með valdi í raun og veru og bólusetta það og þvinga meðferð upp á það. Já, ef að þörf þykir af einhverju sóttvarnar umdæmislækni. Án þess að eiginlega þingi komin einstæðar inn í, þá mætti setja á útgöngubann. Þetta er mjög alvarlegt það sem er að gerast í Þetta er bara eins og einhverju vísindaskap. Þetta er eins og maður sé komin í einhverja Star Wars mynd bara trúið sig ekki og það má setja einhvern íhlut inn í húðina á þér sem að við getum, ég ætla ekki að fara út í hvað flestir vita hvað geti verið en þetta er bara að vera komin í sóttvarnalög og ákveðnu fólk á Íslandi sem er svakalega, ég tek hatt með nóðan fyrir því og berst fyrir að þingmenn skoði þetta nákvæmlega og fara onni í þetta. Þetta er svo mikið bull sem okkur hefur verið sagt oft og annað sem að hú breytti var til dæmis það var heimsfaraldur áður
fyrir var pandemic, það var skilgreiningin sjúkdómur sem að smitast hratt og skadalegur og núna það bara sjúkdómur sem smitast hratt, það búið að taka út skadalegur og ef það á að byggja svo sóttvarnalög okkar á þessu þá segir bara, vá, hvert eru að fara maður missir svolítið frelsi yfir eigin líkamann þetta kalla ég mannréttindabrót og ég mæli með mannréttindum, ég vil bara og ég ekki að hugsa mig merkilt þá ég ekki með dauðarhætt sko. og mér finnst svolítið svona merkilegt að fólk heldur að maður sé alltaf að hugsa eigi skinn eða ég að skatt ef að maður ekki sammála óttan hjá hínum ég óttast bólusetningar meira fyrir þjóðina heldur en koronaveiru sem að byrja hvar hún já heilbara fólkinu sem lappar út götu að því að með jákvætt test þá það bara eins og gangandi tímasprengja við maður vera hrætt við það þetta alveg bara já mér finnst þetta ég segi stundum svona maður í komedi maður í horrorfilm þetta meikar ekki sens það meikar ekki sens og tölur erlendis frá við vitum það í Bandaríkjunum að þá ef að sjúklingur leggst með lungnabólgu þá fá þeir $4,000 að spítalan fyrir það ef hann greindi með COVID þá fær hann $14,000 fyrir það og hann fyrir öndunarvél þá fá hann $100,000 fyrir sjúklingin þetta rétt? Ég hef heyrt þetta ég hef heyrt þetta nefnilega frá mörgum stöðum já. og síðast horfði ég á norska mynd þetta bara svona hrein og beina mynd með tölum og upplýsingum og ég svo sem veit eitthvað hvað satt og logið alltaf í þessu Mér svo líka það á maður að trúa því virkilega að þetta kapitalism þetta hafa fleiri sagt og í fleiri löndum sko já ég hef heyrt þetta ég svo sem mann finnst þetta svo ótrúlegt að þetta sé það sem ég sé líka sko það að það kemur bóluefni inn á metra óprófað og mjög snemma í ferlinu kemur þetta inn sem bara möguleiki sem að koma og svo þarna einhver ný tækni hvað heitir hún, mRNA tækni sem ég reyndi að setja mig inn í á tímabilinu ég bara eitthvað sónaði bara út en ok, það verið að krukka í genunum á mér ég veit að ekkert meira eitthvað neitt það og þarf ekkert að vita meira það því ég sjálfur búin að taka afstöðu hvað þetta var þar en einu upplýsingarnar sem að rauninni stjórnvöld hafa sem þau gefa svo okkur eru kynningar upplýsingar frá lyfjaframleiðandunum sjálfum og það eitt og sér bara finnst mér að vera bara svona time out skilur, það ekki einu sinni því þetta þarf að gerast svo fljótkrakkar það ekki einu sinni sko einhver hub sem að efni þarf að fara í gegnum eins og örugglega vanalega ég samþykkt að ég taka svona pröfur kannski 4 til 6 ár ekki 4 mánuði skilur þannig að það eitt og sér og svo eru bara einhverjir gaurar sko með lyfjafyrirtæki á ýmsum stærðum og gerðum sem að eru allt í einu orðnir skriljarðamæringar sko. Algjörlega Já. Og svo til dæmis eins og Pfizer fyrirtæki að það er bara þetta gangi gögn sem eru ekki fölsuð, þetta er bara opinber erlend gögn frá dómum þar sem að þau fengi hæstu dóma ever af lífafyrirtæki það hefur $9,2 billjónir var einn dómurinn fyrir markað svindl semst að 3 lyfjum þar sem voru gefnar rangar upplýsingar til að koma lyfjunum á markað og svo hafa alveg 10 annara dóma einhver sagði 80 ég ætla ekki að selja dýrar en keypti en þetta er allavega skjalfest þessi stóri dómur svo bara allt í lagi að bara borga sekt þetta er bara sekt og svo bara höldum áfram og við ætlum bara að vera svo tilraunadýr hérna þú veist ég bara segi nei takk ekki minn líka minn sko ok hvað er það framhaldið? Ætlar að halda áfram að meðmæla eða hvernig? Já ég sko ég hef líka verið svolítið klemmu, það er svolítið sumir segja við mig, ok, því nú ég að reyna að starfa sjálfstætt, ég með námskeið og ég að kenna fólki að vinna á streitun sinni og óttanu sínum og svo segja sumir, já þú bara að koma óttan í fólki ég bara, já, þetta er svolítið fín lína, hvernig á maður að En af hverju vil fólk meina að þú setja að koma ótta inn í fólk? Þegar ég að segja til mér fólki varðið ykkur á bólusetningum, kynnið ykkur málin
En hvernig getur það verið allt svo Ég veit það óttavaldandi? ekki, fólk hérna einhvern veginn hefur allavega saka með sumir, læknir hefur til dæmis gert það, hjúkrunarfræðingar hafa gert það, að ég sé að koma inn ótta hjá fólki með mínum efasemdum. Þetta bara ótti þeirra sem tala náttúrulega og eins og ég segi, þú mátt hafa ótta fyrir ef þú ert í rétta liðinu, þessi fylking má hafa ótta sem að óttast kórónuveiruna, en hinn mega það ekki. En ég spurði mig daginn að því ég var að auglýsa námskeið og ég elska að kenna og deila og svona, ég bara veist það rosa gaman og það var einhverju sem sagði, já, þú verður að hætta þessu, þú bara ferð engan business, það enginn sem tristir og þannig að þú verður að hugsa karriériðin. Og því ætla vil helst byggja upp minn eigin karriéra því eftir ég hætti sem hjúkrunarfræðingur og hérna, ég veit ég hvort förum út í það, heilbrigðiskerfið, en hérna, svo ég svona hugsaði með mér svona einn dag. Svo bara, nei, ég bara fylgi hjartan mínu og mér bara sitt sama afleiðingarnar. Þú veist, ég get ekki selt hjarta mitt eða sálu mína fyrir eitthvað öryggi sem hvort aldrei til. Þannig að ég, eins og ég segi, ég ekki að segja, ég viti hinn eina sannleika, en minn sannleikur, ef ég nokkurn veginn vissum og ég ber umhyggju fyrir heilsu og líðan annan, það bara eitthvað, ég bara fættist svoleiðis og þá get ég ekki þagað. Nei. Ég búin að reyna það. Er það sem keyrir þig? Já. Sem dræfið? Já, ég get bara ekki þagað og ef að ég fæ nokkra aðila til að hugsa þá það þú veist. Ég hef ekki getað auglýst meðmælin af því að ef ég myndi gera það að þá gæti ég fengið 500.000 króna sekt. Ég skil það ekki alveg. Jú, það í COVID, það þetta að fara inn á sektarákvæði ef þú hóar fólki saman, þú getur fengið 500.000 króna sekt. Ef þú hóar því saman, altså í hvaða tilgangi? Bara eitthvað. Bara einhvers samkomu eða eitthvað. Ég reyndi að koma að staði og spurði lögfræðing hvort ætti líka við útivið og hann hélt það. Og ekkert víst að þeir myndi vinna málið þannig en það sem sagt og jafnvel hvort það var ekki fangilsdómur og allir þeir sem myndi mæta og slíka samkomu myndi geta fengið 50.000 króna sekt á haus. En hefur þú verið að auglýsa þetta þannig ég hef ekkert auglýst þetta en ekki á Facebook? Nei, ég hef bara sagt að ég sé að fara þarna niðurtir viðra mig og ég ætlaði uppálega bara að vera ein og var búin að fá 2 vinkonum með mér og liti vita á Facebook og það bara kom hópur en það var aldrei neitt svona ívent auglýst eða verið því svona en þetta hefur þetta ekki orðið Íslendingar nú ekki mikið fyrir að meðmæla eða mótmæla svona yfir höfuð en ég meina ég veit ekki alveg hvað ég gæti gert annað. Nei. Ég alveg til í að skoða allar hugmyndir og ég hef alltaf haft það svona sem í frontunum að þetta kærleikur, kurteisi, kjarkur sem fylgir þessu. Engin svona frekjaði yfirgangur, engin hróp og köll og niðurnýð á neinum. Ég hef ekki trú á svolítið og mér bara langar ekki að vera þannig manneski. Nei. Þú veist í rauninni ekki að benda á með meðmælum á eitthvað sem rangt, þú ert í rauninni að benda á eitthvað sem þér finnst þér rétt. Já, ég að benda á fólk að ég í raun og veru að reyna að vekja fólk bara að það fara að spyrja spurninga auðvitað, sko ég verið heiðarleg þá gæti ég alveg sagt eitthvað mér finnst þetta að vera rangt, mér finnst rangt að skylda maska til dæmis mér finnst það rangt, að ég hef ekki nokkra trú á þeim, ef ég hefði trú á þeim þá hefði ég enga ástæðu til að vera á móti þeim en ég sé ekkert common sense í notkvæðra nema það að skelfa hvort annað umhverfismengun erfitt fyrir krakka fullt af fólki þarf að segja upp störfunum sínum að því að getur ekki verið með maska ég hugsa að vera með maska kannski 9 klukkutíma á dag ef þú vinnur á skurðstofu með maska þá alltaf loftskipti það reglulega það allt annað og þú velur það líka ef þú hefur ofnæmi þá hættur að vinna á skurðstofu
þannig að ég bara já, svona heilsufarslega andlega og líkamlega, þá hef ég alveg skoðanir en ég ætla ekki að vera að öskra það á torgum Nei, Vildu við fara eitthvað í þarna ég held að það var í þarna burnout? ég held já, að, bara notið Sko, þú varst 36 ár sem hjúkrunarfræðingur. já, cirka Já, það til fyrir, 3 árum síðan. já, lok ásins 2017 Hvað gerist þá? þá gerist það, ég er bara ég er í raun að vera orðin úrvinda af að vinna í geðheilbrigðisbatteríunni, ég var á móttökudeild og vinna móti gildónum mínu. Okay. Það var eiginlega það. Ég elska að tala við fólk, ég er góð í því, get ég sagt að rappa við fólk og fá að opna sig og létta á sér og annað og þetta var sem deild sem að mikið af fólki kom inn á með sjálfsvíkshugsanir og mikla vanlíðan, þetta var svona akút deild og maður kannski 1 eða 2 hjúkar á vaktinu og fær kannski 4 svoleiðis inn og þarf að tala við alla hina líka og það er bara volið tími þannig að maður er alltaf svona ófullt nægður með vinnuna sína og tekið af svona þetta mannlega, þessi mennska eins mér í þessu kerfi þá tekið það til dæmis iðjuþjálfinu var lokað, ég var með fræðslufyrirlestra á aðrir líka alltaf reglulega á sviðinu fyrir sjúklinga, því var hætt listasmiðu sem var þarna sem að fólk elskaði að vera inn í, hún var lögð niður og þetta var eiginlega svona maður átti bara hlaupið með lyfjastöp í raun og veru og fara svo með læknum í einhver viðtöl sem kannski tók 7-8 mínútur 10 mínútur alveg hámark eða eitthvað já, ég fannst þetta að vera svolítið eins og jafnréttastöð og vera bara eins og einhver lyfjabanki sko það er eiginlega bara hugsunin hvaða lyf á að setja viðkomandi á það þarf að breyta þeim, þarf að minnka þau, þarf að auka þau að skipta þeim og ég gildi mín, eða sem sagt fengi ekki njóta sín og hæfileikarnir mínir og fullt af fólki sem er í heilbrigðiskerfinu sem hefur hæfileika ýmsum sviðum það getur verið með nálastungur, það getur verið með hitt og þetta hugleiðslur whatever, hlutið eitthvað ég var búin að læra natanálastungu sem ég sá að gera kraftaverk til þess að fólki með frákasseinkenni kraftaverk á spítalanum á sjúklingar sem ég gerði þá en ég varð að gera það á hlaupum það var ekki gert ráð fyrir því þannig að ég bara svona svo átti ég mjög nán aðstandanda sem var lá inni hérna sem svipaði tíma það var líka til þess að mér fannst þetta kerfi ekki bara vel með aðstandendur eða semst ég var aðstandandi þá og ég bara einn daginn það bara datt ég eiginlega niður ég var að taka til lyfin í lyfjaherbergi og ég bara misti mig og ég bara skrifaði það sögunum það í þessari bókina The Top 10 Traits of Highly Resilient People þar sem ég segi ég hafi öskrað eins og ljón eða hljóðlátt öskraði hljóði eins og ljón inn í lyfjabúrinu ég var bara, þá var ég búin líkam og sál og orkan farin, verkir út allt, hálfgerð heilaþoka, hjartsláttar truflanir og bara öll líkamlenginni, andleg kvíði fann ég mikið sem ég aldrei fundið. Nei. Þannig að ég ákvað að fara, eða mér var sagt að fara í frí og ég var svo samúðsbyrjum. Ég er á þeirri kynslu. Ég gat ekki verið í frí, bara og alltaf lappum á göttunum og maður er ekki fríi nema maður sem er 40 stiga hita maður er ekki veikur nema maður sem er 40 stiga hita og svo ég var alltaf ég þyrfti eiginlega bara, það þyrfti að vera eitthvað meira að mér sko, þyrfti að slösuð eitthvað og þá bara brotnaði mín mjög illa á handlegg og bara kuppaðist í sundur svona olbúinn altså í slisi já, í svona slisi og ég rifbeinsbrotnaði og fekk höfuðhögg og nú er ég víruð öll þannig að það var bara svona, ok, takk láni óláni já, maður á gæti þess hvers maður óska sér og svo hef ég bara verið að svona ná mér eftir það, ég fór í virk það tók svolítið á vegna þess að ég alltaf hugsa mér, ég er nú ráðgjafi annara og ég ekki fyrir að þykja neitt sjálf og veist, ég var þarna sko hróki og ég er svo sterk maður, ég þarf enga hjálp nei þannig að það var frábært að vera í virk og svo er ég að koma mér og bara
í gýrin aftur og finna ég að fá all orkuna mína tilbaka loksins. Ég var búin að vera svona lengi að malla í kulnun sko. Ég ignoreraði alltaf öll einkenni vann bara meira og svona og þá maður lengi að ná sér líka þannig að ég þarf að passa mig í dag ég þarf að passa streituna mína. Gældur ímyndaðir að fara aftur í hjúkrunarfræði? Það bara búið. Já, ég gæti það mjög gjarnan ef að ég fengi að vinna samkvæmt mínum gildum. Þannig að ég fengi að nota mína hæfileika áhuga til að styðja fólk og vinna svona meira þá sem ráðgjafi, viðtölum. Ég hef lært ýmsar aðferðir, mjög góðar svona þerapíu aðferðir, bara svona á mínum eigin spýtum, farið í skóla og annað sem ekki svona akademist nám í háskóla sem að gagnast mjög vel og ég myndi vilja ef að það var í boði að vinna þannig en ég veit ekki neitt jobb sem að býður upp á það og þá bara segja nei þá fyrir frekar að vinna í ísbúð. En svona í samhengi við þetta svona, hefur þú eitthvað svona reynslu af altså innan geðheilbrigðiskerfisins þetta með sko þvinglyfjun og þessar frelsissviptingar. Þetta er náttúrulega mikið umræðinni hérna daginn sko, í kjölfarið á fréttunum hérna af heimilinu hérna uppi við Kjalnes, Arnar Holt. Og það fór svona eitthvað ákveðið momentum í gang þá sko, þessi brýna þörf á að koma með einhver önnur úrræði inn í geðheilbrigðiskerfi sko, í stað í rauninni bara lyfjunar og þá kom þetta einmitt upp, þetta með þessar sjálfræðissviptingar og þvinglyfjanir sem í rauninni í gangi. Hefurðu eitthvað reynsla þessu? Ég hef náttúrulega reynsla af því að fólk var sjálfræðissvipt svona tímabundið, skjólstæðingar eða sjúklingar á deildina þar sem ég var. Það var alltaf annars slagið að koma upp sko og það ofsalega erfitt fólk verður mjög reitt og mér finnst þetta að vera já, ég einhvern veginn alltaf að vera einhvern veginn litli ljóti andarungin þar sem ég sko ég oft svo á móti gildandi viðhorfum og reglum. Mér finnst þvingunum of mikið beitt, allt of mikið beitt í þessu kerfi. Mér finnst forræðishyggjan allt of mikil. Virðingarleysi of mikið. En þetta ekki bara úrræðum sem beitt því við erum svo vanmátt? Jú, að sjálfsögðu sko finnst ég eins og til dæmis eins og ég sé ef ég horfa á lækna og hvernig þeir núna var ég til dæmis að lesa frétt það að börn á Íslandi 0-5 ára eru þrisvarsinnum eða það þrisvarsinnum algengar að þau séu á róandi og kvíðalyfjum heldur börn annars þar á Norðurlöndunum. 0-5 ára? Já, og ég hugsa bara þetta ekki bara aldurshópur sem á ekkert að vera svona lyfjum? Þannig var það einu sinni. Og svo frá 5-9 ára þá eru það 20 sem oftar að lyfjum með hérna Íslandi heldur en á Norðurlöndunum. Þetta finnst mér svona að segja svolítið mikið stefnuna hérna á Íslandi. Og já, mér finnst bara alveg með að gagnrýna þetta og hafa skoðun á þessu. Og þá ertu að tala alls og kvíða og óttalyf? Já, og þunglyndislyf og kvíðalyf, róandilyf. Já, við erum ekki fann að tala ADHD greiningar eða... Ég veit ekki alveg, ég skal ekki segja hvort það eitthvað inn í þessu líka. Að það var ekki tekið fram í greininni. Það sálfræðingur skrifa þetta. Og mér finnst allavega eins og ég sé, já, 5 hver kona á þunglyndislyfjum. Þetta þurfum við að nota eitthvað að lyfjum, það ekki það. Og þunglyndislyf hjálpa mörgum. En við notum þetta bara svo gríðarlega mikið. Það svo fólk með ekki hafa tilfinningavanda. Líði illa, þá bara skrifað upp á töflu. En þegar að heilbrigðisstarfsfólkið sjálft alltaf besta pillan. Þú veist, það viðhorfið, það að hlusta. Þetta gleymur svolítið, ég held að heilbrigðisstarfsfólk megi hafa svolítið meiri trú á sjálfu sér. Við erum meðalið.
alveg sama hvort ég væri að gefa þau töflu eða sprauta eða eitthvað, þá þarf ég líka að vera að gefa þess orku og vera á staðnum. Þannig að, og ég gerði það mjög mikið í mínu starfi að ef einhver baði með aukalyf, svona auka kvíðarlyf þá sagði ég ef ekki að spjalla fyrst. Þú ert alltaf svo leiðileg, þú ert alltaf svo erfið. Partypúper. En samt elskaði fólk kannski að ég nefndi að segja nei. Og hérna og ég svo ekki engin töflun ef það virkar ekki, og það virkaði yfirleitt alltaf. Þú veist, þetta bara að gefa sér tíma og kerfið þarf að breytast þarna, það þarf að vera meiri mennska, meiri úrræði og annað en bara pillur. Svo segja margir að það séu lyfjafyrirtæki sem borgin á spækur lækna og svona. Bara, hvað er sagt eftir þetta viðtalið. En þetta er ekki eitthvað sem ég er að búa til, sko. Þannig að þetta verður svolítið svona, það er ekki að stokka eitthvað upp hérna. Já, ég þú náttúrulega með lyfjafyrirtæki sem eru að fjármagna sko, innan menntastofnunar, sko. Og sést nú bara henni Reykjavík, sko, bara hvar er henni lyfjafyrirtækin eru staðsett, sko. Þú veist, ef við spáum í því, sko, þú veist, undir því yfirskyni þetta sé tækningarðar, sko, eða hvað veit ég, sko. Þú veist. Já, þetta er alveg, þú veist, þetta er svo oft eitthvað svona, einhver tröll á bak við hlutina og við vitum bara það sem við viljum vita. Ef við kynnum okkur ekki málinu þá bara vitum við minna, kannski er það betra, ég veit það ekki. En það er erfitt að spá framtíðina, ég hef alltaf samt trú á því að það enda allt vel einhvern veginn, eins og í góðri bíómynd, að þó að séu kannski einhverja skrýtni tímar sem maður að fara í gegnum og maður fara að reyna að sjálfa sig, hvernig manneski er ég í söllu, hver vil ég vera, verði ósælega reið, já, ég hef oft orðið mjög reið, bara þó ég láta ekki bitna á öðrum, sko, ég reið í ástandinu, reið þegar mér finnst eitthvað að vera ránglæti og ég þarf að kæla mig þá niður og sagði, halló, anda djúpt, verðu virðingu fyrir frelsi annara, ef þú vilt aðri beri virðingu fyrir þínu frelsi. Við megum öll fá að halda okkar skoðanu. Þannig að frelsi, þess vegna elska ég Jesú, sko, að ég kalla hann alltaf frelsaran. Það er svo mikið kærleikur er samúð frelsi. Og sett ekki þvinganir á sjálfan sig eða aðra, sko. Við þurfum ekki að vera í fighting þó þessum ósamáli. Ég held að þetta sé mjög góð kennsli því þessi faraldur að þetta ástand að kenna okkur kannski hvernig getum við talað saman á þess að slást. En þurfum við að meðmæla eða mótmæla? Hvað með bara algjört afstöðu leysi? Er það hægt? Ég sko, því að með meðmælum þá er ég að taka einhvers konar afstöðu, sko. Ég er að mynda mér afstöðu. Já. Hvað með að byrja bara einungis hjá sjálfum sér, taka til þar, leyfa hinu bara að rúlla, bara heilta helvið til, eins og maður segir þetta, sko. Því úr þjáningunni og rústónum þá lítur náttúrulega að vaksa eitthvað nýtt, sko. Já, það er örugglega fullt af fólki sem að já, segir bara svona já, þetta líður hjá og þetta kemur í ljós allt og svona, og er bara róligt og ég dauði öfndi það fólk stundum. Ég sem bara, ég vildi vera svona, væri bara heimar og sjónvarpið eða eitthvað, þú veist, og stenda norpandi með skiltum eitthvað já, það þarf ekki að taka afstöðu, en ég held að maður taki alltaf afstöðu, ef þú veist að eitthvað er að gerast þá tekur afstöðu, þú tekur þú afstöðu með að gera ekki neitt, en þú tekur þú afstöðu með að treysta yfirvöldum og fylgir því sem þeir segja. Þannig að er það ekki afstaða? Já. Þannig að við erum bara alltaf að velja og ég vil bara til dæmis fá að ganga grímulaus ef ég kýs það og ekki sjá aðra þvinga það. En ef einhver vill vera með grímu, bara vessu góð, bara frjálst. En ekki hendin í rusli hjá mér. Með trilljónum örvera í. Þannig að já, þetta eru forvinnilegi tímar og ég
mér finnst ég vera að þroskast mikið á þeim, mér finnst ég vera að horfa á kosti mína og galla mína, hver vil ég vera eins og við höfum að tala um fæðinguna að þá held ég að maður sé að bara endurfæðast hverju mómenti sko ég er ekkert sama í gær og fyrra dag og veit ekkert hvernig ég verða morgun ég get breytt skoðun ég hef breytt skoðun eins og til dæmis vorum að tala um peninga kapitalisma og það er eitthvað svo skemmtilegt að leyfa sér að breyta skoðun á þess að finnast maður að vera vitlaus endilega hvað maður sé að tapa eða hafi verið vitlaus nei, maður er bara breyta skoðun maður er bara og eins og ég nú að kenna mjög mikið á námskeiðum mínum aðferð sem heitir The Work eftir Byron Katie hún vill meina eina streituhugsun sé eða eina þjáning sem maður getur haft að það er hugsun sem þú trúir sem er sem erfið fyrir þú trúir henni og þetta er mikill tími að æfa sig í því sko að aðalbókinu heitir Loving What Is að elska það sem þýðir ekki það að maður bara sé allt sama allt sem sko heldur bara, svona er þetta hvað get ég gert með þetta og svona á þess að verða í tilfinningarlegum rússíbana þannig að ég geti hugsað skýrt vil ég fara og standa með skiltum þetta morgun eða ekki, eða þarf ég þess eða er ég frjáls, ég er alltaf frjáls Ertu ekki raunin að lýsa bara að vinna bug á meðvirkni í rauninni? Jú, þetta er algjörlega, þetta er sterkasta tæki efer sem að ég er búin að stúdera The Work eftir Byron Katie 7 ár núna. Ertu að kenna námskeið þessu tengt? Já, ég var einmitt að klára námskeið núna helgina okay. og ég var að kenna í Hólaskjóli síðasta sumar konum, streyktum íslenskum konum. Þetta er alveg dásamlega aðferð. Hún gengur bara einfaldlega út af það að spyrja einhverja streituhugsun hjá sjálfu sér með 4 spurningum og snúa henni svo við og finna svona nýja sannleika í innra. Bara, hann kemur, hann dettur honum með þetta hugleyslu aðferð. Okay. Dettur honum í mann, sko, maður er ekki að berjast við að hætta að vera reiður eða það bara gerist, og bara afleggingin er bara friður, frelsi, kærleikur, bara svona maður fyllist að bara svona sáttur við allt. Þá getur maður bara að fara aftur út með skiltið sitt. Eða skilja, þetta er ekki að vera að þvinga með þetta, þetta bara gerir maður það með meiri ró og ekki fætingu einhvern. Fylgi hjartanu sinni, já. Þannig ég er að kenna þetta og ég er náttúrulega kannski Sko, þú sýndir okkur smælaran á þann. Minn aðaldraumur, það er þessi smælir hérna. Já, og bókin er tengd því, eða hvernig fúttar þetta saman? Bókin og smælirin, hver er tengingin? Smælir bókin átti nú aldrei að verða til, en það gerðist fyrir tilvíðun sem er ekki til. Þetta er nefnilega geggjað. Að ég fór á Ég brosi bara að ég er ekki sem búin að setja hann upp fyrir mér. Já, fyrir göð. Já, allt til þína. Hann er svona, ég kalla hann hljóðfæri gleðinnar. Já. Og hann minnir mig á ég minn eigin skapari með svona hugsunum, orðum og gjörðum og vísu hef ég ekkert eins mikla stjórn eins og ég held. Ég er eiginlega að breytast það líka, sko. Ég hugsa alltaf, já, hugsa hann er stjórnarlega. Nei, ég er að segja að það er bara að gera það ekkert endilega. Lífið gerist bara. Bara lífið. Já. Og þetta er sko með smælirinn að þú veist, gefðu það sem þú vilt fá. Já. Ef þú vilt fá brostu öll annara. Ef þú vilt pening, gefðu honum öðrum. Nákvæmlega. Og hann er svona það að vera sinn skapari og njóta gleðina sem er hluti kærleikans náttúrulega. En þessi bók kemur svo að því að Þessa bók er hægt að panta. Já, bara örfá eintök eftir. Já, ég fór eitthvað og fann eitthvað á netinu. Ég get actually pantað þessa bók. Já, þú getur pantað hana og ég held að séu kannski bara samt 4-5 eintök eftir. Hún verður endurútgefin núna þessu ári. Okay. Þetta er svona einföld bók bara, ekkert djúpar pælingar, en fólk finnst þetta breyta mjög miklu hjá sér.
Góð komment. Ok, og þú Og ástæðan fyrir ég skrifa þessa bók var að ég veit ekki hvort ég þekki Neil Donald Walsh sem skrifaði bækurnar Conversation with God, samræði við Guð. Já, einmitt. Hann sat einu sinni veldursporið hjá mér og mér dreymdi alltaf að fá hann til Íslands. Af því að sko upphafið að Smælir að ég fer til hans á námskeið í Englandi og það sama dag að bankurinn var á Íslandi. Og þá heyri ég setninguna if you smile 5 times a day for no reason you can change your life in 90 days sem hafði verið eftir Thich Nhat Hanh búddamunki sem er látin og ég hafði gert hennar Smælir í listaháskólanum bara svona prototípu, grófa og sett hann í skuffu og ég bara tók hann upp og ætlaði að bjarga landanum bara nú ger ég bara Smælir svo allir brosi að því allir voru svo reiðir í þessu bankunni og þannig að Neil Donald Walsh var alltaf svolítið tengdur hans mér, þó að hann vissi ekki að því sko. Síðan fæ ég þá hugmynd að mér langar að fá hann til Íslands og halda fyrirlestur eða námskeið eitthvað fyrir landan og ég vísjólæsaði svolítið svona á það, bara ómeðvitt, óvart. Ég ætlaði mér ekkert endilega að fá hann, ég bara gerðist bara, ég sá alltaf myndir í huganum og bara leiðu ég lokaði augunum í smá huglauslu, þá kom alltaf myndir þar sem hann var að dansa í garðinu mínum á 50 ára ammælinu mínu og ég bara, já, djöfull væri það nú gaman herðu, svo bara fæ ég hugmynd, bara, herðu, þú ferð nærði gæjan og ég fór út til Ameríku, hann býr í Ashland í Oregon og fer þar á námskeið hjá honum og býð honum í 50 ára ammælinu mitt, ég fór með boðskort í ammælinu mitt og hann mætti og svo var erfitt að nálgast hann þannig ég leit kona hans var bóðskort á endanum og hann var hann mjög þreyttur á að ferðast þarna hann var eiginlega hættur að ferðast sko búin að gera það fjölda ára en ég var bara þarna mér svo auðvitað að byggja eitthvað þegar mér finnst það ekki fyrir mig sko og svo bara gera hann svona og kemur til mín og segir ég ætla að koma og ég taldi námskeið eða fyrirlestur í 2 klukkutíma eða heilan dag, þú ræður í alveg og ég ætla ekki að taka penni fyrir. Þetta er bara besta ammálskeið. Svo hann kom gæinn, misti náttúrulega ammæli sem var náttúrulega algjört aukaðatrið, sko, þetta var bara til að ná athyglinni hans að hafa ammæliskort, skilji, handmálað og allt, sko, þá getur hann ekki annað að hlusta, sko. Nei. Og hann kom bara rétt eftir ég held ammælisveislu í garðinum hjá mér sem hafði ekki einu sinni verið til þegar ég var að vísjólæsa og þá var ég með garðveislu og þar var stúlka sem söng Tínu Turner-lög live allt kvöldið og það hafði ég líka vísjólæsa og svo hann situr hann kemur og gistir hjá mér og svaf í rúminu mínu mér En þú varst ekki í rúminu líka konan hans var þar en það hef ég svo sem engan áhuga á kallinu það er svo góð saga sko. og hann segir einu sinni við eldhúsborðið þegar ég að segja hann frá Smælir og hann að spyrja mig og svona finnst þetta mjög merkilegt og þá segir hann you should write a book og ég hugsa bara nei not me, ég hef sko engan áhuga á því and I will read it þá bara God, ég get ekki sagt nei þegar maður heimsfræði rithöfundur ætla að lesa bókina svo þá skrifa ég bók og þess vegna hafði ég hann önsku líka fyrir hann já og var hann sáttur já, svo er annað sem maður reyndi líka mikið á að ég sendi honum handritið og ég fæ ekkert svar og ég sendi aftur handritið og ég fæ ekki svar og ég verði alveg bara svona ég hlýt að vera svona ömurleg þessi bók, handrit hlýtur bara handónýtt en fannst samt skrítið að hann svaraði ekki eitthvað svona og ég fór í gegnum ákveði niður ég var sjálf mér efasemtur mig og svona efasemtur hann og ég var búin að vera með lesring bækurnar hans í 11-12 ára núna hver einustu viku og ég sagði bara hvað er ég að bóka upp á svona gæja sem svara mann ekki þú veist ég fór í gegnum svona og svo ég sagði ok, ég ætla nú samt að gefa út bókina mína það var bara mitt ákveða en ég ætla að vita okkur að hann hefur ekki svarað mér svo ég fór aftur út til Ameríku bankaði upp á og rétt honum handritið og spurði bara já þú veitu okkur hefur ekki svarað og hvatti mig til að lesa þessa bók og þá tekur hann handritið
byrjar að lesa og hlæja og segja oh my god, eitthvað, did you write that? Ég bara, já, auðvitað. Heyrðu, I'm gonna read this myself. Og þá hafði þetta aldrei farið til hans. Hvað meinar? Bókin, handritið hafði alltaf farið til einhverja aðstofmanna. Það hefði ekki borist. Og skilaði sér ekki. Nei, það skilaði sér ekki til hans. Hann fær örugglega helling á svona handritum. Og það skilaði sér ekki til hans. Þannig að hann las hana sjálfur og sendi mér svo komment sem er utan á bókinni. Já, maður áhugavert. Yndislegt. Þannig að þetta var svona fyrir mig sönnun á því að fylgja draumanu sínu. Ekki gefast upp. Þú bara með áþreifarlegt hérna fyrir framan okkur. Draumana. Búin að ramma það inn í bók. Magnað. Já, og hvað er þá framundan svona í lokin? Ertu að fara að skrifa meira eða ertu bara í listinni eða hvað er næstu skref? Ég hef svo áhuga á þessu mörg og ég ákveða að ég ætla að verða 105 ára. Já. Svo ég geti klárað þetta allt saman. Ég er nýbúin að halda stóra málverkasýningu í sumar í tilefni þess að ég var 60 ára og mér finnst gaman að mála og ætla að halda því áfram. Ég er með vinnustofu bara við heimil mitt. Síðan er ég að leggja áherslu á námskeið, bæði að kenna það workaðferðina og svona smælir hugmyndafræði. Já. Og ég lærður líka NLP meðferðar og markþjálfi. Ég kalla mig andlegan markþjálfar. Að ég nota svona í tækjutól sem ég hef í bakbókanum til að hjálpa fólki að finna hindranir fyrir draumunum sínum. Já. Á hvaða sviði sem það er. Vinnulega eða í samböndum eða peningamálum eitthvað. Að finna hindranir og skoða hvað er það hérna, hvað mýta er hérna inni sem að Finnst þið fólk ekki ofta erfitt með að koma orðum að því hverju draumarnir eru líka? Veit fólk hvað það vill? Það er stundum mjög hóvært. Það þorir ekki að dreyma nógu stórt. Nei. Kannski bara hamborgarhryggur í jólinn og ekkert meir. Já, þessi komast í sumafrí þarna og eitthvað fólk er ofsalega, já, ég er svolítið hissa hvað fólk dreymir ekkert ofsalega stórt, en ég held að þetta sé nú að breytast, sko. Og það er ekkert eins mikilvægt eins og að fylgja hjartanu sínu. Ef maður ætlar að halda, sko, heilsu, líkamlegri og andlegri heilsu, að þá verður maður að fylgja öllu svona grunnstóðunum, þú veist, vita hver maður er, fylgja sjálfum sér. Hvernig líður mér í umhverfinu mínu? Þarf eitthvað að breytast þar? Þarf eitthvað að breytast í fjölskyldulífinu? Skoða alla þessa fleti, peningamálin, afstöðu mína þar. Ef ég einhver trúmál, er ég þá að sinna því? Eða andleg mál? Þannig að ef það er eitthvað brotalögum, þá hrynur heilsan. Og fólk, þá er bara allt gott skilið, sko. Við hefum bara skilið að vera hamingjusöm og stolt af okkur og já, ég einhvern veginn var bara svolítið lengi að fatta það sjálf og ég ætla að verða 105 ára. Svo ég geti alltaf snútið þess. Ég held það, sko. Þetta er búið að vera ótrúlega gaman að tala við þig hérna í kvöld. Já, bara takk sömuleiðis. Ég held við ætlum að hittist aftur það eftir 45 ár. Látum hann að standa við stóru orðin, sko. Það er að sjá hann hvað setjum, sko. Með smælið. Ég skal vera búin að setja upp opn. Já, það væri rosa gott. Það væri búin að setja upp opn. Þannig að það sé gott að vera í þessu bara. Maður svitnar allavega ekki stressa á miðan, maður situr hérna. Nei, nákvæmlega. Kæli múna svo. En takk hérlega fyrir að koma, það var ótrúlega gaman að tala. Já, bara æðislega þakki fyrir að bjóða mér og mikil heiður, mjög gaman. Takk.